Today is the day. Við erum að fara í 9 mánuði í kynjasónar. Við erum búin að fá vídeo frá allir fjölskyldunni með gisk, þannig að eins og staðan er núna þá eru 11 stelpugisk og 10 strákagisk. Þetta er búin að vera mjög jafnt, það er ógeðslega fyndið. Það er alltaf bara, ef það kemur ein stelpa þá kemur einn strákur. Og öfugt, þetta er hnífjaft. Ég er svo stressað. Það er svo skrítið að vera stressaður fyrir einhverju svona, en ég er meira spennt. Þetta er svona stressspenningur í mamma. Það verður bara svo gott að sjá aftur. Þú veist, við hefum náttúrulega bara heyrt hjartsláttinn í mæðravernd, en við hefum ekki fengið sjá barnið síðan hann á 20. mars. Þannig að við erum virkilega spennt. En já, skellum okkur í 9 mánuði. Here we are! Já, líður bara vel. Jæja. Kynið er komið í ljós. Við erum að setja heimsla. Við veitum ekki neitt. Við varum að reyna að fá barnið til að snúa sig við hérna. Eitthvað búið að breytast í tilfinningum? Nei, en hjá þér? Við varum að fá eitthvað svona stráka, ég veit það ekki. Mér finnst sko þess að ég segi eitthvað á það. En það geti hafa verið bara eitthvað, af því þú veist, ég veit aldrei hvað ég er á. Nei, svo. Þetta er náttúrulega strengur svona bara. Það er spennandi. Ég er spennandi. Hey! Active little baby. Það gefa okkur hérna bara nanan og búbú. Það er myndalega að deyja, þannig að við þurfum að fara að kíkja á það. Jæja. Tilbúin. Ok, þetta er bara umslag. Ok. Oh my god! Vænst þetta stelpu. Þetta grínast. Oh my god! Herru. Ég bjóst ekki að sjá þetta svo snemma. Oh my god. Við erum bara einhverja stelpu. Ég elska þessi stíl við vegginn. Það er bara lítil stelpa á leiðinni. Nú ætla ég að koma fyrir svo þetta sé svona eins og kósí spjall. Lítil stelpa. Þetta er alveg búið að syngja inn núna, en fyrst þegar við opnuðum umslagið þá var ég bara, ha? Það var svo fyndið að því að þegar við opnuðum umslagið, þú veist, Stulli opnaði, eitthvað svona tók það sundur og opnaði og það var svona pingu lítið bleikt horn upp úr, af því að þú veist, myndin var ekki alveg onni. Þannig að hann svona, það sést að hann sér þetta svo undan mér og svo bara, hann var alltaf búinn að halda að þetta væri stelpa allan tíman, þannig að ég var svona, lúkkaði kannski aðeins meira sjokkarið heldur en hann. En já, við erum bara ótrúlega spennt. Þetta er ótrúlega fjörug ung dama. Í hvert einasta skipti, ok, þessi 3 sem við erum búin að fara í sónar, þá er ljósmæðurinn alltaf bara, já, þessi er hress. Það er alltaf bara partíð að inni þegar við förum í sónar. Það er bara fótur hér, hendi hér, þú veist, þetta er smá magna. Ég er farin að finna alveg frekar vel fyrir hreyfingum núna og fylgja mínir aftan á. Það var ekki bara... ég get ekki einu sinni muna á hvaða vikum. Maður á eiginlega að vera að skrifa þetta niður. Mér vantar bara eitthvað svona bók eða eitthvað sem ég, þú veist... Kannski það er bara að handa svona skjal í notes eða eitthvað. Allavega var ég byrjuð að finna... Samt bara held ég á 18. Ég held ég hefði byrjuð að finna eitthvað svona smá á 18. eða 19. viku. Og ég spurði alveg marga, þú veist, hvernig tilfinning er þetta? Því ég var eitthvað svo hrædd að missa af þessu í fyrsta skipti. Af því að það lýstist allir eins og bara svona búblum eða loftbólum. Þá var ég bara, er þetta ekki þá bara eins og að vera með loft í maganum og hvernig veit ég hvað er loft og hvað er barnið? En... Mér finnst ég vera búin að finna betri leið til að lýsa þessu, allavega hjá mér. Þá var þetta meira eins og fjörfiskur. Þú veist, þetta er svona, þú veist, það þekki allir, gerir ráð fyrir, þú veist, að fá fjörfisk í augað. Það var smá bara svona eins og að fá fjörfisk í magann, svona, sem að vissulega er hægt að lýsa sem búblum, en þú veist, búblur þá hugsa ég bara loft. Þannig að já, núna er þetta þannig að, þú veist, ég finn alveg á hvaða tíma dags sem er, en það er eitthvað við að þegar ég sest, þú veist, svona kemur fyrir, sest niður, eða er til dæmis í bílnum, eða þegar ég er að fara að sofa, þá er bara time to party. En þetta er svo gaman, það er svo skemmtileg en grillu tilfinning að vera að gera þetta svona í fyrsta skipti, því maður veit ekki neitt.
það eina sem maður veit einhvern veginn út frá upplifunum annara og það engin eins. Þannig eins og þetta með að finna fyrir henni, ég var svo mikið að hugsa hvernig það var hjá þessum og hinum, en svo var mitt bara eins og fjörfiskur. Ég veit ekkert hvort það þannig hjá öllum öðrum. Aftur! Ég búin að taka þetta upp 2 og einhvern einasta skipti kemur Stulli heim. I'm home! Ég ekki Ég man ekkert hvað ég var að segja. En jú, af því að ég var með svona sterka strákatilfinningu þá var ég komið með langan lista af einhverjum strákanöfnum sem ég var bara búin að heyra, bæði í vinnunni og eitthvað. Og ég held ég að vera með 1 stelpunafn, bara svona til vonar og vara. Planið okkar að taka bara svona smá date night þar sem við opnum bæði tölvuna og finnum fullt af nöfnum sem okkur finnst falleg og svo bara skoðum við listana saman. Hvort það sé eitthvað sameiginlegt. Ég veit ekkert hvort við erum á svipaðri blaðsíðu. Annað, að klæða sig þegar bumban að byrja að stækka. Ég er ennþá svona, ég er rúmlega hálfnuð en ég er ennþá frekar pen, eða svona, það ekkert stór kúla. En ég held ég eftir að vinna mikið með að vera bara í kjólum, af því ég finn einhvern veginn enga buxur sem eru næs. Ég er frekar hávaxin, þannig að mér vantar buxur með teygju eða svona, bara með svona böndum og teygjanlegar. En sem eru nógu síðar, þannig ég er búin að smá ströggla í buxnadeildinni. En svo er ég mikið að vinna bara með, gollur og kjólar. Ég fór í kjól í fyrsta skipti í dag og það var fullkomið. Þannig að ég held ég þurfi að finna mér fleiri kjóla. En já, ég ætla að halda áfram með þetta í kvöld. Ég ætla að sýna ykkur smá inn í fataskápinn hennar. Ok, nú erum við komin inn í eina herbergi í íbúðinu sem er bara kaos ennþá. Hér eru bara verkfæri og ég veit ekki hvað. Ég var búin að tala ég ætla að sýna ykkur aðeins inn í fataskápinn hjá Lillu. Guð minn einasti. Hvað er þetta krúttlegt? Þetta er gamalt teppi, bútasaumsteppi frá ömmu sem ég svaf með þegar ég var lítil. Albúmið mitt. Litli skór og eitthvað ég ætla að sýna ykkur. Ég var alltaf með þessa bleiku körfu fyrir prjónadótið mitt. En ég held ég nota hana bara í eitthvað sætt þegar við förum að setja upp barnaherbergið. Hún er rosa falleg en hún er bara úr söstrinni á, 1500 kall eða eitthvað. Hér er það sem við erum búin að kaupa á Lillu so far. Ok, please, ekki þetta. Ég ætla að byrja að sýna ykkur eitt sem við Stulli keyptum við pöntuðum þetta frá Bandaríkjunum þegar við vorum búin að vera saman í bara smástund. Max 1 ár. Frændi Stulla kom með það heim til Íslands. Þetta var svona 2017 held ég. Og við vissum greinilega að við fengjum einhverja stelpu. En þetta er bleik Carhartt húfa, svona pingu lítil. Og, wait for it, Guð minn góður. Þetta er bleikar Carhartt galla smekkbuxur. Og ég man að við sem vorum ekkert að pæla í barneignum þá pældum samt sérstaklega í því að kaupa þetta í 9 mánaða stærð og þetta er alveg frekar stórt. Þannig að þegar hún væri farin að nálgast að geta labbað þá myndum við skulla henni í þessar. En það eru svona litli vasar aftan á rassinum. Þetta er svo grútlegt. Díteilin, Carhartt díteilin eru svona lítil hjörtu. Þannig að já, við erum virkilega spennt. Það verður svo súrrealískt moment þegar við klæðum barnið okkar, litlu stelpun okkar í þetta eftir öll þessi ár. Annað uppáhald. Þetta eru Lego-skór. Ef ég man rétt, þá sagði mamma að ég hef fengið á þegar ég var lítil frá einum af nágrannum okkar á Hrísey. Þetta er eitthvað annað. Ég sá dóttur einnar sem ég fylgist með á Instagram í þessari samfelli og við sáum hann frá Lindex. Þannig ég var bara í starthólunum að bíða eftir að Lindex myndi opna aftur og leitaði aðeins út á Möltu. Það er þessi náttgali. Það er svona stutterma og hann er með froska rassinum. Það er svona litli froskar út um allt og svo kemur þessi á rassinum. Þannig að maður verður bara, þetta er alveg með. Svo þegar ég er svo mikið gollukona þá keyptum við þessa gollu út á Möltu. Svo gaf Klara systir okkur þessa gollu sem hún keypti einhvers staðar í Álasundi. Svo falleg. Þannig að já, ég ætla nú kannski ekki að sýna ykkur allan fataskápinn en þetta var svona eitt og annað. Ég held líka að mamma hafi keypt hún keypti þessa skó.
Þetta er allt svo krútlega, þetta er tiny. En hún keypti þessa bara, ég held út í Stokkhólmi síðast. Það var bara mánuði áður en ég komst að því að vera ólétt, þannig að mætti halda að hún væri eitthvað skegn, konan. Við ætluðum að vera ógeðslega sniðug út á Möltu og kaupa svona multipack af samfellum og eitthvað og keyptum first size. Við sáum bara first size og hugsaðum bara já, þetta er bara eitthvað sem að meikar örugglega sense fyrir nýfætt barn. Nei, þá var þetta upp til 50 cm og með við fjölskyldusögu og hvar við erum þá finnst mér mjög ólíklegt að þetta barn verði undir 50 cm en við sjáum til, við eigum þetta bara til að gefa. Þetta er svona það sem er búið að versla. Svo eigum við náttúrulega eftir að kaupa allt svona barnadót, allt í barnaherbergið og eitthvað svona, en það kemur bara seinna. Kerrur eftir og barnarúm og skiptigólf og fleiri föt. Keep it coming. Og stykki. Bað. Hvað segir, bað? Það er fullt meira sem að við... Nóana, því ég er örugglega búin að tella 10%. Við vitum örugglega ekki helmingir af því sem við þurfum að kaupa. Nei, við þurfum að vita hvað við erum að kaupa. Já, við erum að horfa svona vídeo á YouTube, svona newborn essentials. Já, og svona hvað er must og hvað ekki. Já, en já, við erum bara hérna living life í nýju íbúðin okkar. Sjá hvað er grænt úti. Elska þetta útsýni. En já, nú er ég að vera blóðlaus í hendinni eftir að halda á okkur svo lengi. Þannig að, já, ég ætla bara að segja eins og alltaf, bara takk æðislega fyrir að horfa. Og þetta vlog held ég að koma inn á miðvikudegi og svo kemur annað á sunnudaginn. Þannig að það er stíf dagskrá. En á sunnudaginn kemur partur 2 af flutninga, framkvæmda, koma okkur fyrir seríu. Það eru að fara að mála og eitthvað spennandi, þannig að stick around og við sjáumst á sunnudaginn.